Jæja, góðan daginn. En sem sagt í dag ætlum við hvernig við sendum fasteignagjöld til fyrirtækja og við þurfum í rauninni að byrja á því að skilgreina viðskiptamennina okkar sem RSM viðskiptamenn og síðan bókum við fasteignagjöldin og síðan þurfum við að bóka reikningin sem við búum til og lokum sendverðnisrem reikningin. Og ég ætla að sýna ykkur allt hvernig þetta er gert. Þannig að við skulum bara byrja á því að fara hérna í NAV. Og við í rauninni gerum alveg eins og bara venjulega þegar við erum með fasteignagjöldin. Við búum til bunka og við lesum inn bunkan og við bókum bunkan og allt eftir því. En síðan, áður en við förum að bóka fasteignagjöld á viðskiptamennina, þá þurfum við fyrst að byrja að skilgreina allar þær kennitölur sem eiga vera með rafræna reikninga. Og við gerum það í það sem heitir kennitölur millifærslu. Við erum að nota okkur það sem er rauninni þessu skilgreinum kennitölur sveitarfélagana, nema hvað hérna erum við líka að skilgreina þá viðskiptamennina okkar sem með rafræna reikninga. Þannig að hérna er ég rauninni búin að setja upp nokkra kennitölur sem eru eiga að fá rafræna reikninga og þá skrái ég kennitöluna hér og haka síðan hérna í rafræni reikningar. Þannig að núna er ég með þessar tvær kennitölur sem ég ætla að vinna með, Sveitin og Sigrún. Og ég er rauninni búin að búa til gjaldfærslur og áætlunarfærslur og það er rauninni búið að bóka á þessa viðskiptamenn. Og núna ætla ég bara rauninni að keyra fasteignagjöld á þessa og ég ætla að byrja á því að keyra fasteignagjöldið á þessa kennitölu 010165 sem var fyrir heiti Sveitin og ég er með gjalddagann frá 1. janúar til 31.12. að því ég rauninni bara bjó til færslu að því ég er ekki að lesa færslur frá fasteignamati, þetta er bara tilbúin gögn. Og ég er rauninni að miða við þessa ákveðnu eign sem er númer 2338350. Ok, þannig ég byrja bara að bóka fasteignagjöldin á þennan viðskiptamann. Hún segir mér að það er ein gjalddagsfærsla í afmörkuninni, en svo segir hún skilgreinin segir mér ekki að það sé búið að búa til einn reikning. Það þarf kannski bara að breyta því, en í rauninni það var það sem gerist þarna á bakvið. Og þá skoðum við sölu reikningur. Og þá erum við komin með nýjan sölureikning á þessa kennitölu. Og í rauninni ef við skoðum sölureikningin, þá erum við með fasteignagjöld á Borgartún 26. upphæð 26.932 og við erum með reit sem heitir númer utanaðkomandi skjals. Hann reyndar er með einhverju svona 0001 númeri aftan við. Við erum að nota þetta númer í tengslum við kröfuvinnsluna hjá okkur. En við erum rauninni bæði með fasta númer og síðan eigandanúmerið. Þannig að þetta er samsett númer, en enga síður er fasta númer hlutaði. Og þegar við erum komið með reikningin hér, þá þurfum við bara að bóka hann, en áður en við gerum það, þá þarf þessi viðskiptamaður að vera skilgreindur sem rafrænt viðskiptamaður. Þannig ég fer inn á viðskiptamannaspjaldið og ég skoða viðskiptamannaspjaldið og þá er ég með undir færsluleitir eitthvað sem heitir RSM og þá ætla ég að henda honum út í bara eyða honum eins og sýna ykkur hvernig það gerist þegar hann er ekki skilgreindur sem rafræn viðskiptamaður. Þannig að við setjum RSM, þá segir hún viðskiptamaður er ekki skilgreindur RSM, viltu skrá hann? Og ég segi já og þá kemur færsla hér og við getum stillt hann að við séum að senda hann til InExchange
eða við séum að senda hann bara í möppu og þá fer hann ekkert áfram til InExchange og flestum tilfellum viljum við að hann fari til InExchange eða Advani eða Sendils eða til þess geitamiðlar sem við erum að vinna með. En í þessu tilfelli sem ég er að nota í dag þá ætla ég bara að hafa hann í möppa því ég ætla ekki að senda hann neitt áfram. Þannig að ég hérna er með hann skilgreindan sem Sveiti. Eitt sem ég þarf að huga líka er að ég þarf að skilgreina þennan viðskiptamann með greiðsluháttakóta. Þetta ger ég vegna þess að í rafrænum reikningum þá þarf ég að vita hvort ég ætla að senda greiðsluseðil eða hvort ég ætla að senda þetta sem bankaupplýsingar eða hvaða upplýsingar ég ætla að senda með reikningum. Og ég ætla að skilgreina hérna þennan viðskiptamann sem GRS sem er þá greiðsluseðil. En ég ætla samt ekki að búa til kröfu í þetta skipti. En að öllu jöfnum myndum að búa til kröfu áður en maður sendir rafræna reikningin. Nú ok, þá erum við búin að þessu öll saman og þá rauninni bara að bóka þennan reikning. Ég ætla að bóka þennan reikning. Ok, og núna er hann bókaður og þá ætla ég að fara inn í RSM-kerfið. Og ég fer hér og í sölureikningar. Og þá er það þessi hérna reikningur, við getum skoðað hérna, þetta er rauninni 26.900 og ef við skoðum reikninginn, tókum við klikkum hér, þá sjáum við hérna stendur fasteignagjöld og fyrir borgatún og við erum hérna með númeruutankomandi skjals, það er fastanúmerið og allt það. Ég ætla að senda þennan, því ég er núna að senda hann í möppu, ég ætla ekki að senda hann áfram til InExchange, þá ætla ég bara að segja senda valdareikninga. Þá segir hún að ekki finnst krafa og það er allt í lagi vegna þess að ég ætla ekki að senda kröfuna en ef við værum að fara að senda hann og við værum í rauninni ekki búa til kröfunúmerið og kröfuna og ekki senda hann í bankan þá myndum við hugsa að segja nei og gera það fyrst. En ég senda hann og þá er hún búin að því og þá fer ég hérna í sendisölureikningar og það er þessi hér og nú ætla ég að skoða þennan reikning. Hvernig lítur hann út og hvað gögn er að fara til viðkomandi fyrirtækis og ég þá kemur hérna fram að þetta sé fasteignagjöld og þetta sé fyrir borgatún 26. Og síðan er ég með hérna og ég glemdi að sýna ykkur áðan hvernig ég stilli það en ég sendi nefnilega fastanúmerið eða þetta rauninni númer sem við erum með hérna í númeruutankomandi skjals með sem meter NO. Af hverju er ég að gera það? Jú, það er hérna IcePro hefur verið að vinna svona með fyrirtækjum hvernig við eigum að vinna saman að nota rafræna reikninga og hvernig er svona þægilegast að við öll séum að skiptast á upplýsingum og þeir skipa svo það fyrir að við sendum mælanúmer, ég vil nú senda þetta hugsalega sem jú, það er fastanúmer það er rauninni real estate nú ok, við viljum senda það sem real estate nú þannig ég þarf að laga stillingarnar í kerfinu hjá mér og við skulum gera það sem snöggvast þannig í staði fyrir að heita meter nú þá ætla ég að fara núna hérna fer hérna í stillingar RSM grunnur og eitthvað sem heitir valreitir og þá er ég hérna með þá skilgreindi ég að ég sé viðbótargögn sem ég er að senda og þá er ég að sækja númeruutankomandi skjals og þar ætla ég að láta standa real estate nú ok þannig að við förum hérna tilbaka og núna ætla ég að senda henni reikning aftur hérna og ég senda hann aftur viltu senda hann? Já það finnst engin krafa, það er allt í lagi og núna ætla ég að skoða hann og ég fer hérna í login og ég ætla að skoða hérna íti hér á hann til þess að skoða skjalið og þá sjáum við að ég er að senda núna hérna fastanúmerið ásamt eigandanúmerinu og real estate nú þetta þýðir að sá sem tekur á móti þessum reikning getur stillt sína
bókunarstýringar þannig að þegar hann fær þetta númer að þá bókast reikningurinn á ákveðinn hátt. Og hann rauninni veit að þetta er fastanúmer af því að við sendum hann þær upplýsingar. Þetta er svona þægilegt svona bara svona almennu samskiptum milli fyrirtækja þegar við erum búin að þessi búið að skilgreina þessi helstu númer. En þetta er rauninni allt og sumt. Þannig að ferlið er sem sagt, nú ætla ég að fara yfir þetta aftur, ég ætla að setja hérna einn annan reikning. Ég ætla að fara hérna í fasteignastjórann og bóka fasteignagjöld og ég ætla að fá hérna 050965469 og við erum með hérna, ég var með annað númer á fastanúmer, það var þetta hér og ég ætla að búa til hérna annan reikning og ég aftur kemur og ég skal láta laga það að hún segi það var búin til einn reikningur eða eins margir reikningar og búin til. Og nú förum við hérna í sölu reikningar. Og þá er komin hérna reikningur á sjálfa mig. Hann lítur svona út. Skoðum hann. Nei, ég ætla að skoða hérna. Hann lítur svona út. Það er fasteignagjöld á Kvistaland 3 og númer utanaðkomandi skjals hér og við bara bókum hann. Byttu, ég ætla að nú tekka fyrst á hvort því sé skilgreind sem RSM viðskiptamaður. Skoðum breytum hérna. Greiðsláttakóti er engin, þannig ég þarf að bæta hánum við. Ég ætla að setja GRS á mig hérna. Og RSM, nei, ég er ekki skilgreind sem RSM, það var gott að ég geri það. Og skilgreind hérna sem mappa, af því ég ætla bara að senda þetta mappu ekki til Innsteins. Ok, og svo bóka ég. Ok, og þá förum við tilbaka og förum hérna í RSM og sölureikningar og Sigrún hérna. Þetta er tilbúið og ég ætla bara að senda hann sem snöggvast. Það fannst ekki krafa og við förum og skoðum reikninginn. Nei, hérna er reikningurinn og svo ætlum við að sjá hann bara hérna. Æ, hvað er ég með þetta hérna? Já, ég ætla að skoða hann hérna sem XML-reikning. Svona, og þá kemur hérna fasteignagjöld fyrir Kvistaland 3 og real estate number, það er þetta hér og við skuldum sérst 126.900. Og þessi reikningur sérst er komin þá til mín. Svona er þetta nú auðvelt. Þannig að rauninni við vorum sérst að fórum yfir hvað við gerðum, við skilgreindum RSM viðskiptamanninn, passa okkur á að greiðsláttakótinn sé skilgreindur, við keyrum fasteignagjöldina á viðskiptamann, þetta er eftir að við séum búin að lesa allar upplýsingar frá FMR og annað því líkt. Svo bókum við reikninginn og sendum rafræna reikninginn. Hérna á milli er mjög líklegt að við þurfum að senda kröfu í banka. Og svo sendum við RSM reikninginn. Þannig að þetta er málið og ég vona að þetta hafi nú gagnast eitthvað hjá okkur. Og ef þið hafið einhverjar fleiri fyrirspurnir, þá endilega hafið samband og annaðhvort sendið á sveita@vice.is eða þá bara beint í mín. Annars þakka ég bara kærlega fyrir í dag. Takk fyrir.